geggjaður leikur í dag, geggjaður varnarleikur og það var sem skópið í dag, hugarfarið og grimmdin hjá okkur. Bara frábær varnarleikur á til og stoppum þeirra aðgerðir. Mikil trú, mikil liðsheild og bara frábær framistæða í dag. Þetta var fallegasta 0-0 jafntefli sem ég sé á ævinni. Komum við þetta inn í leikinn leiðandi 3-1, spilaðist ekki leikurinn bara nákvæmlega eins og þið vildu það? Þannig, jú, við vildum samt alveg skora, við hefum getað gert betur í upplöpum sem við fengum og sem ég segir að fá víti hann mun seinni hálfleik og annað, þannig að það bara gekk ekki en við varnarleikurinn upp á 10 þannig að það kom ekki sök og það er kunst að setja upp að geta spila svona og við komum ekki forskot, gátum varið það og strákarnir útfæru þetta frábærlega. Við mæti Keflvíkingum, hvernig býstu við Keflvíkingum á Laugardalsvelli? Það verður bara hörkuleikur, nú ferum við bara að skoða það og þeir eru með öflugt lið þannig að þetta verður sjálfsög hörkuleikur og við höfum reynsluna að fara hann í fyrra. Fórum eins nánast með og gáðum í fyrra, töpum í framlíkingu og búum að þeirra reynslu að spila hann áður og það er gott að hafa gert það áður og ég skora bara alla Mosfellinga að mæta á völlinn á laugardaginn. Við fórum með tæpa 2000 manns í fyrra á Laugardalsvellinum og vonandi verða ennþá fleiri núna og stuðningurinn í dag gerð svona stórkostlið, bara tóku stúkuna og þetta var frábært. Einmitt, stuðningurinn geggjaður, þetta svona mikið stemning í kringu liðið þrátt svona margir stuðningsmenn sem mættu þrátt fyrir erfiðan leiktíma. Já, algjörlega og það sýnir bara hvað hjartað og passionin er mikið fyrir þessu og það er bara geggjað að sjá þetta hvað er margir sem mættu í dag og létu vilja sér heyra og við áttum stúkun í dag og við bara ég heyrði stuðningsmönnum afturlíka allan leikinn, frábært að sjá stuðninginn í dag og við eigum klálega inni meiri stuðning því að það eru fleiri sem búið í Mosfellsbæ og til dæmis þjálfari Fjölnis, hann býr í Mosfellsbæ og börn í afturlíku og hefur mikla skoðun á hvað við erum að gera, þannig ég vonast til að sjá hann í rauðu á laugardaginn. Takk hérlega, Maggi. Takk.